Jæja, hvernig var hlénu? Wow, við erum með geðveik hlé. Bestu hlénu eru hjá Improv Ísland. Heyrðu, þetta er seinni helmingurinn af sýningunni okkar hérna. Og ég langar aðeins að útskýra hvað við ætlum að gera núna. Nú ætlum við að fá svokallaðan monologista upp á svið hérna. Monologistinn ætlar að segja sannar sögur úr sínu lífi út frá orði frá ykkur. Þannig að afturfæri þegar að hugsa orðið eða eitthvað til að kalla hérna fram. Sögurnar þurfa ekki að vera fyndnar, þetta er ekki einhver ein löng saga, bara eitthvað svona sem honum dettur í hug út frá orðinu. Og út frá því ætlum við að spinna restina af sýningunni. Eru þið til í þetta? Og við erum með alveg æðislegan monologista, hann grínisti, hann skemmtikraftur, hann samfélagsmiðlastjarna, hann Tottenham maður, hann podcastari og hann heitir Hjálmar Örn. Gefum hann gott lag! Það segi ég. Bara flott. Það ekki? Jú, þetta svakalegt. Maður sér engan hérna. Sér ekki. Þetta viljandi gert, sko. Herðu, sko, hvernig byrjum við þetta? Á ég að byrja að segja strax sögu, eða? Já, fá orð. Já, ok, við erum að fá orð. Gullsarja. Steinsmiða. Gullöldin. Gullöldin, Herðu, gullöldin, ég verði að taka gullöldina. Það er þannig nefnilega, sko, að ég byrja minn skemmtana bara skátar langt. Góðu klukkutími. Tætt klukkutími. Þetta var svona, ég byrjaði minn skemmtana bara á gullöldinni 2008-2009 þegar ég skildi. Ég skildi, þú veist, í kreppunni. Þið muni ekki eftir því ég er of ung hérna, en það var kreppa og það var rosalegt og ég man bara eftir, ég var búinn að vera giftur í 14 ár, ég var mega spenntur, ég var að skemmta alltaf aðra hverja helgi á gullöldinni og ég var bara, þú veist, ég var að fá bjór í staðinn, gullöldinni í Gráin og þetta var geggjaður staður, alveg geggjaður staður. Það var hérna, þú veist, þú komst hann inn og allir, everybody knows your name, þetta var svona og maður kom inn og þetta var svona, þú veist, ég man eftir á einn gauð sem var svona 19 ára gamall sem var að vinna á barnum á sunnudegi og ég kem hann þegar ég var með börnin og ég sagði, ég sæki pítsur, við vorum með pítsur og það var líka þannig að ég gæti skrifað á mig, ég átti aldrei eitt pening sko. Þannig að ég kem og sæki pítsu, kem inn, nema hvað, þá var eitthvað gengi, eitthvað íslenskt gengi þarna og eitthvað pólskt gengi og þau eru bara að fara að berjast. Og þau eru bara, þú veist, og ég er bara eitthvað að sækja pítsur og tekur bara einn gaurinn, tekur upp svona rísastóran hníf. Og það man alltaf eftir hvað gaurinn sagði, mest það svona geggja. Það var 19 ára gamall, ungu strákur á barnum, hann sagði, niður með kutsen. Og ég var sko fertugur þarna eitthvað og ég var ekki, ég hef aldrei heyrt orð. Ég var bara, what? Og hinn gaurinn var alveg svo ég. Hann var bara eitthvað, veitu, hvað, kutsen? Horfði svona og hann sett það niður. Það var svona bara konflikt sem hann náði bara einhvern veginn að stoppa bara með eitthvað svona gömlu íslensku orði. Það var mikil respekt sko. En ég örstu upp bara, ég verði að bæta þess við þetta, örstu upp bara. Og það er sagan, þú veist nefnilega, ég var að skili, ég var bara 14 ár og þegar maður er skilinn eftir 14 ár sem einhverju tengja hérna við, kannski, sem hafa verið lengi í sambandi og einhverju sem hafa skilið hérna inni. Það var vondur skilnaður. Allir skilnaðir. Ekki skilnaðir sem verður, þetta var geðveikt. Það er eitt versta sem ég veit það er fólk sem skilur og það er besti vinur fyrrverandi maka síns. Við erum að fara saman á mót með krökkunum. Það er annað. Ég mæti og ég er að mæta á date með konu, fyrsta skipti í 14 ár. Geðveikt graður, að sjálfsögðu. Ógeðslega spenntur maður og nema hvað, ég er ótrúlega lélugur í svona matardæmi. Ég veit ekkert hvað ég á að borða, ég var alltaf að hugsa, ég var að borða eitthvað létt, ég var að fara að date í fyrsta skipti í 14 ár. Ég er ekki að fara að vera eitthvað, þú veist, bara eitthvað springa í bumbunni og ég verði að vera, þú veist, ég er að fara úr og ofan fyrst skipti við annarri konu í 14 ár. Og hún að neðan til líka. Hörðu, svo kem ég hana til þarna, nema hvað, áður þetta gerist, þá hugsaði ég, hvað er létt sem ég get borðað? Þannig ég kaupi vimber, ógeðslega mikið af vimber. Ég sagði þetta er létt og gott og ég bara hámi mig vimber. Og ég var að vinna bara, ég borðaði bara vimber allan dag. Og ég er ekki ennþá búinn að fatta í dag, sko, þetta er ekki gott. Ég bara borðaði bara vimber og vimber og vimber allan dag. Svo mæti ég til hennar, ógeðslega spenntur. Og við erum eitthvað hann að setjast í sófann og maður fá eitt stól. Þetta er svo rosalegt. Og þetta er sannsaga, þetta er ekkert eitthvað. Sest í sófann og leið og ég sest, þá byrjar
Það ekki einhver niðurgangur, þetta bara alvöru svona prumpverk. Og ég bara svona, verður að einbytta mér að tala við hana, sko. Það var geðið skrítið, svo segir hann, herri, ég bara verða að fara á klósett, ekki má. Fer á klósettið, kem inn á klósettið og ætla bara þarna að prumpa þessu út, losa. Nema, þetta er svo klassískt að þegar maður kemur og fer úr aðstæðunum, þá er þetta bara búið. Þegar ég á klósetti og ég, fer aftur út, byrja að tala við hana. Aftur byrja þetta. Fer aftur inn. Og þannig að nú fyrir ég að leika eftir aðstæðunum inn á klósettinu. Þeir eru svona að reyna að vera og gera svona. Ég má alltaf halda inn maganum þegar maður deytir, sko. Og það gerist ekki neitt, sko. Og þetta basically, þetta date, ég ætla að kvata þetta short þar, en þetta basically, þetta endaði bara þannig að ég, sem sagt, bara var að drepast í maganum eftir að vera með henni í svona 1,5 tíma og endaði að bara kveðja hana og kissa hana, fer út í bíl og þá veitur bara Nei, takk fyrir mig! Það er gæðið, við hjálpaðum þér í dag! Hvað, vorum við að fara of hratt eða, lögregluþjóð? Já. Vorum við að fara of hratt? Já, leist ekki á mér. Við höfum bara verið að spjalla svo mikið. Við erum bestu vinir, sko. Já, ok. Þetta er fyrrverandi kona mín. Við sem sagt skildum nýlega. Já. Í síðasta mánuði. En við erum bestu vinir. Jesús Kristur, hvað þið eru pirrandi maður. Við erum á leiðinni á fótboltamót. Við eigum ekki svona ball. Hvað er í gangi hérna? Við erum bara að styðja krakkana. Er ég að beða maður blásavinnus? Já. Ég hef aldrei blásist á þau. Oh my god. Það er ekki neitt. Hvað er að ykkur? Veistu góðan fallegan hamburgerastað á Akranesi? Já. Já? Já. Snæfellsvídeó. Vá. Velkomin á Snæfellsvídeó. Vá, hvaða lágt í loftsetla. Oh my god. Fjölskyldutilboð, er það fyrir fólk sem er skilið? Við sem sagt erum búin að skilja, en erum bestu vinir, engin flýg. Engin það far eftir sólina. Tómur puttið. Við erum að leigja saman íbúð í Grafarvoginum. Engin börn. Hvað má bjóða ykkur að borða? Megum við kaupa fjölskyldutilboð þótt sem er skilin? Við erum ekki fjölskylda, takk fyrir það. Já, En við erum bestu vinir. Bestu vinir. Já. Einmitt. Komin hinn á Pollamóti á Akranesi. Hefur einhver sagt við ykkur hvað þið eru ótrúlega pirrandi? Það er alltaf verið að segja það! Á hverjum degi, Já! á hverjum degi, á hverjum Hvað er svona pirrandi við svona 2 snúlla? Silja! Já. Getið við fengið, er þið að sækja matinn? Er þið að koma eftir með matinn? Ég er búinn að bíða í bílnum svo lengi. Ég er búinn að bíða í bíl, ástu mín, Silja! Halló, þetta er bíll, hann er fyrir utan. Þetta er nýja konan hans. Já, þetta er nýja kona mín. Já, þetta er En við erum svo góðir vinir. Við ákveðum að fara inn í bílinn saman, já. Já, ég er að koma. Við erum á double date. Og við ákveðum að double dateið væri Pollamóti á Akranesi með hamburgertil. Það er vissum ég sé að ná þessari hótelbókun rétt. Já. Þannig að þið eru Saman, saman í við herbergi. erum skild. Við erum þetta deitin okkar. Og þau Þau í einhverju öðru herbyggi. Allir Ég saman. get ekki sofnað á þess að hafa hann við hliðina á mér. Ég get ekki sofnað nema að svefngræjan sé í gangi. Já, við erum bæði með svefngræði. Já. Og þið eru alveg vissum að þið vilja hafa okkur tvö saman í herbergi. Já, þú veist. Já, Ég er ekki að komin þar að sofa með öðru fólki í rúmi saman. Ég þarf ekki endilega að vita hverjir eru, þú veist, hvernig hægirnir eru hérna, hverjir eru að tjekka sig saman í Ok, leið mér að útskýra. Við erum búin að skilja. En erum bestu vinir enn. Bestu vinir. Ég þarf bara að segja, hefur ykkur sagt ykkur hvað þið eru ógeðslega pirrandi? Oh my god, flúrið í það! Check. Check. Rekin af Pollamóti, check. Ok,
Þeir stoppuðu leikinn út okkur. Við hefum ekki barn. Það bara hérna. Klippum við á mótið. Fyrirgefðu. Áfram rauðir! Áfram rauðir! Fyrirgefðu, ég verð að fá að stoppa leikinn. Leið mér að útskýra hvað gangi. Við vorum gift. Við erum á double date. Dateinn okkar er að bíða í bílnum. Gult spjald á þig. Við gáðum þeim spilastokk. Ha? Við gáðum þeim spilastokk þannig að þeim leiðist ekki í bílnum. Alls leiðilegt, ok. En þið eru að trufla leikinn. Við erum bara að styðja. Styðja rauða. Þið eru bara að styðja, það engir rauðir hérna. En hvaða dómari er í rauðum búning? Áfram rauðu. Áfram rauðu. Já, það er það sem ég er svo óþægilegt. Réttlæti. Já. Ertu að gera eitthvað í kvöld? Við erum að fara að borga á hana Snælands, hamborgarstaðnum. Sko, ég þarf eiginlega bara að tala við mótstjóran og biðja að láta vísa ykkur bara af mótsvæðinu. Okkur? Já. Oh my god. Ég sé að þú ert ennþá með giftingarhringinn á þér. Ég mæli með að skilja og vera besti vinur maka. Við höfum hvort annað allt hjónabandið, það læra svo mikið við skildum. Ég hata að reynda konuna mína. Oh my god. Hefur þú prófað að skilja við hana? Ég þarf að segja svolítið við þig. Ég held bara að þetta samband bara... Kottu svo út. Ég vil skilna. En ég vil að við verðum bestu vinir. Ég þótti þessu ógeðslega pirrandi að það, en... Nei, við verðum vin! Já, bara spennandi. Þetta er fyrsta dateið mitt hérna bara í langan tíma. Já, bara gaman. Ég er líka ekkert búin að deyta neitt rosa, eða þú veist, já. Nei, æði. Já, gaman að hérna. Hvað segirðu? Hvað gerir þú? Ég er læknir. Já, einmitt, ég vissi það. Já, Hvað segirðu? Já, allt er góð. Já, þú ert læknir. Já. Heyrðu, ég ætla bara kannski rétt að hlaupa á já, allt er góð, ekkert stress. Viltu vatn eða te? Já. Það kom eitthvað svona Nei, það er ekki. Það er bara aðeins. Ok, ég skal kannski, ég á svona slakandi te, svona ekki fer, það er okkur gott í magan. Ekkert stress. Satan! Varstu að segja eitthvað? Nei, ég er bara góður. Já, ok, mér fannst ég heyri eitthvað. Já, nei, þegiðu. Ha? Nei, hvað segirðu? Varst þú að segja eitthvað? Nei, ég var ekki að segja. Ok, ég er bara hérna... Tilbæð forgarðarvítas! Já, Já, hurná hljómar æðislega. Fættur er frelsar í vorfi. Antikristur! Hvað segirðu? Já, ég sagði hérna, ég er svo trúaður og hérna, frelsar vor, það var það sem ég sagði. Ok, já, ég vissi það ekki að það er svona trúað. Nei, já. Það er alltaf, ég er ekkert mjög trú sjálf en það, þú veist. Nei. Þú verður frá fórninni. Ok, fyrirgeðu það, ég veit ekki. Já, hæ. Hérna, spádómurinn segir að Antikristur sé að fæðast hér. Fyrirgeðu, þekkir þú þennan mann? Úr söfnuðinum. Já, úr söfnum. Hann á að koma út rassinn á Hjálmari. Veistu, er það eitthvað svona falin myndavél eða? Ég var bara svo spenntur, þú veist, ég var að fara út að deiti og ég sagði bara, ég vona að ég fara allavega út af neða, úr að neða. Þið verður að krossfesta hana! Já,
Fyrir ég er farin að vera svona smá hrædd. Já, við erum að spája hvort við mættum slótra þessari geit. Þú veist bara... Við erum sem sagt úr kirkju Antikrist. Oh my god, hvernig er deytið? Hvernig er deytið? Oh my god. Ég fekk að fara úr að neðan. Ok, halló, hvað kannast við það? Og hvað gerir svo? Heyrðu, ég crossfest hana, svo slátraði. Maður hefur nú crossfest nokkra í málinu. Já, svo náttúrulega slátraði geit. Ok, ég er hægt að skilja myndmáli. Og svo, ég held við höfum bara náða að bara hreinsa hann af Satan. Það er eiginlega svona, þú veist, þetta gekk bara helvít vel. Kallinn er bara sattur með sig. Ok, varst ekki stefnumót eða? Já, byrjaði þessi stefnumót en var síðan mannfórn. Þannig hún er dáin? Já, ég nokkuð vissum. Þú ert búin að vera af markaðnum svo lengi. Ég kann ekki eins ná þetta lengur. Er stefnumót einhvern veginn svona bara núna? Já, maður bara, þú tengist bara við iðrun, skilurðu. Bara finnur hvað líkaminn bara innsæðið er að segja. Ok, that's hot. Ok, nice. Og síðan fæst hún mig. Ok, hæ. Antikristur. Antikristur, já, hæ. Já. Beint úr raskandinu. Ég heiti Fjóla, hæ. Ég er eingetið afkvæmi á sinn hátt, en þó má segja að sé annar faðir sem Vimber. Ert þú einhleipur eða? Ég er einhleipur. Hæ, ég sé að þú ert með svona Antikrist. Já. Má hann nokkuð leika við minn? Við getum bara að spjalla aðeins hérna í Það er svo erfitt að finna aðra svona... Æ, það er svo engin skilur. Nei. Það kemur út úr rassinum á manni og einhvern veginn, skrítið fæðing. Eigum við kannski aðeins að spjalla? Leikið þið fallega? Við erum með geitur eða viljið fórna henni í bókunum. Já. Oh my god, það er þín erfið. Fórna. Mín fæði ekki á. Mamma! Nei, pabbi menna ég. Pabbi! Hvað segir Antikristur? Mér langar að fórna mannesku! Ég aldrei fórna mannesku! Heyrðu, ég verða aðeins að tala við ykkur tvo foreldrana. Já. Sko, ferðin í húsdýragarðinn gekk ekkert rosalega vel. Ekki reykjað inni. Sorry, þetta skipst á henni. Bara ég er að segja, við getum aldrei farið með á neitt og þá er alltaf einu komið eitthvað svín á okkur tein og þeir eru bara að forna því og það er einhver starfsmaður sem finn ekki núna lengur í húsdýragarðinum. Sko, mér finnst þú bara vera með svolítið fordóma gagnvart, ég meina sumbönnir með ADHD, sumbönnir með lesbind, sumbönnir með Antikristur. Já, sumbönn sofa í loftinu og horfa á þig alla nóttina, skilurðu. Ég hef bara einhver reynslu í þessu og ég meina sumbönnir með ADHD og kannski ég gleyma það en þau eru ekki að reyka sting inn í raskat eða einhverju mannesku og hann bara skilur eftir hann á einhverju túnni. Já, en morð er ekki mismunandi. Það hljóma kannski bara eins og þú þurfur að fá aðeins meira fræðslu hvernig... Nei, strákar, við erum að ræða þetta. Megum við stikkar! Megum við drepa þér! Nei, nú segir stopp. Heyrðu, við segjum ekki svona. Við erum að kenna þeim jákvæða... Ég ætla ekki að... Við höfum ekki fengið að stjálsetja leið í marga daga! Það er ekki satt. Hvað er Friðþjóð? Hvað er Friðþjóð sem var að vinna í Bara Friðþjóð! Hann telur ekki með! Sjáðu bara orðni góði vini. Ég veit ekki. Ok. Ég er með snakk, ég er með nesti, svona augnbolta. Heyrðu, Blóður hreinni mig! Já. Hvað fáið þetta? Hvað fáið blóður hérna með á Temu? Hvað er að gera? Nei, í Nexus! Ok! Klimmiður í Nexus! Hvernig er Spiderman á þessari klem? Afsakið, hefur þú stundað kynlíf? hefur þú stundað kynlíf? Hef ég stundað kynlíf? Já. Í alvöru, eða þú veist? Þið þurfum ekki að spyrja, ég finn það á lyktina! Hún er hrein, nei!
fyrir mig? Við erum með bara svona smá pela sem það fylla á blóði. Við erum að spá, þú getur bara... Túrblóðið? Já! Njám! Æ, þetta... Þeir áttu ekki að fá meira túrblóð. Þeir fá svo mikið ropa. Hvað er til að borgaði mig fyrir þetta? 5.000. 5.000 kall. Eitthvað. 10.000. Ok, 15.000. Ok. 20.000. Næs. Má ég fá smá næði? Já. Komið. Ég vil sjá hann að setja túrblóðið! Antikristur, komið þig. Við getum farið að skoða spilin. Já. Það er tjaldur frá Gustli Móni. Þetta er svo tilvík. Við ljúða sem komið í Nexus. Þetta er skemmtilegt spil. Secret Hitler. Sen er sjálfsögðu bara vellur blóð niður. Hei Peli! Ég veit hvernig túrblóð virkar, ok? Ég veit magn og maður getur bara að fara á nærbuxunum og bara vellur blóð niður. Ég þarf enga trekt fyrir þennan pela. Ó, þið með annan, hann að fyllast. Já, Við erum með svona stóran bensínbrúsa hérna. Já, takk. Eins og þú veist, þá kemur svona mikið af túrblóði. Ég er kona, halló. Fyrirgeðu, fröken. Hvernig kostar fræði tjaldinu? Ég er sem starfsmaður hérna. Þetta, þú verður að stoppa þessu. Við erum í Nexus. Hæ? Það er fullt af fjölskyldum. Já, nei, okkur er alveg sama. Guð, ekki til að ágjöra okkur sem fjölskyldu, við bara þetta. Ert þú að segja að kona, og það er ekki árið 2026, má kona ekki selja gallon af túrblóði fyrir litla saklausa krakka sem eru á leikskóla? Já. Ég ætla ekki að blanda mér inn í eitthvað svona, ég veit greinilega ekkert um. Nei. Andrés Nexus er ekki PC? Jú, ég er mjög PC. Já, það ekki. Jú, ég ætla að fá 1 gallon. Niður með skjótvopnið. Niður með skjótvopnið! Hygg ekki að þú leggir frá þér þennan kuta. Vá, bara einhvern veginn þegar við segjum þetta svona, þá bara verja að hlýða. Já, ég er lögreglan. Þú hafðir einhvern veginn vald yfir mér með þessu byssu. Já, ég held að ég verði bara að halda áfram með þetta rán, en þetta... Niður með skotvopnið! Já, þetta er ekki gott. Nei, þetta var ekki alveg nógu gott hjá þér. Þetta er ekki gamalt orð, samkvæmt orðabókinni. Já, velkomnir. Já, það er íslensku fræði fyrir lögreglumenn. Já. Hvernig stóð ég mig? Þú stóðst þig frábærlega, Kuddi, alveg æðislegt, það afvopnaði hann samstundis. Ég reyndar þekkti ekki fyrsta orðið sem þú sagði. Nei, þetta var eitthvað sem aðmissa alltaf skjótverkfærið. Skjótvopnið? Já. Skjótverkfærið? Já, skjótvopnið, já. Jú. Það er hér, ég sé það. Það er í annarri útgáfu af Marðar orðabókinni. Já, einmitt. Ég bara er ekki alveg að ná þessu. Við erum að reyna að yfirbuga glæpamenn. Og við erum að læra að segja gömul orð. Ég verða svo hissa. Við erum að reyna að slaga þá algjörlega út af læginu. Já, ok. Og sigra þá með andlegum yfirbörn. Já, ok, algjörlega. Ég bara, eins og, þú veist, í yfirheyslunni. Já. Þú veist, þá erum við líka að reyna að ná fram játningu með einhverju svona... Glimma yfir í yfirheyslu. Ég segi ekki neitt, ok? Ég segi ekki neitt hvað ég var eða hvað ég var að gera þennan dag. Fá þetta. Þundruskall veggu hærmir menn. Og gekkst þú þá fram við dyr? Gekkst þú þá fram við dyr? Ok, ég gekk fram við þessar dyr. Það er ég. En ég réðst ekkert hann inn, ok? Ég gekk fram við hurðinni, hún var læst. Og þurr var nábrók. Já, ég var ekki búinn að pissa í mig, já. Bara með lítinn svona lykil sem ég get svona pikkað upp lásinn með. Akkur ég segi þetta? Hlustað hef ég á snældu gamla með játningu við það. Hlustað hefur þú á snældu gamla. Ok, ég fór inn. Þetta voru spor eftir mig.
Skinnleggir og fætur. Já, ég fór inn á skinnleggjónum mínum á fótum. Skal ég segja eka, ég sá það eina snót og tók ég kuta minn, já. Þjónn hérna? Komi ég með mat fyrir yður. Ég vera sómasamur lögreglumaður. Þessir vera illmenni. Já, þú ert góðalöggan og þú ert slæmulöggan, já. Hún hét Guðríður Stefánsen. Kennitala 2810 87 23 18. Hún er það kumul að endur á 8. Fuckinni, bara þetta gáði mig smá mat í aski, þá, rataði. Þetta langt komið hjá honum. Ég treysti þér. Við erum að fá þetta kveikindi til að játa þetta morðið, skilja. Það búin að viðurkenna hann það. Það þarf að játa að drippi þessa guggu. En ég ger ekki neitt. Ég ger ekki neitt, síðan. Ég kom bara þenni inn, fekk kenduln hennar og sér búið brúk. Fljóðið. Látið. Var hún dáin? Það er ekki þegar ég kom, hún var sprelllifandi. Var frúin, hafði hún fallið frá eftir komu þína. Innum hurðina á skinnleggjum. Hafði hún fallið frá eftir komu? Strákar, ég var að skoða þarna fyrsta dæmi hjá okkur. Þið voruð alveg að ná honum. En það var eitt smávægilegt vandamál, þið voruðu náttúrulega bara að segja orð sem er ekki til. Skinnleggir. Mér finnst reyndar alveg magnað að það hafi virkað á hann. Það kom inn á skinnleggjum, skilurðu? Já. Berfættur. Já, berfættur, já, akkurat. En þetta gekk næstum því. Já. En Ég kannski verið með litla hugmynd, sorry. Já. Ég var beðinn fyrir utan. En ef við kannski myndum fara yfirheyrsluna út af við erum nýskilin Já. og við erum bestu vinir, Sko, Við erum engin ringur. Við erum bestu vinir. En sko, eitt sem að mér dettur í hug er að við getum líka leyst þetta þannig að ég ger þetta af því að ég er antikristur. Takk kærlega fyrir okkur, þetta var veturinn okkar, það er ein Lindó-sýning eftir, það er Improvision, þar sem við ætlum að spinna lög, Eurovision lög, þið getið fundið upplýsingar þetta á netinu, ég veit ekki nákvæmlega hvað við erum að gera, en við gerum þetta hverju ári, þetta er mjög stór og skemmtileg sýning, en takk kærlega fyrir veturinn, sjáumst næsta vetur og may Guð bless ykkur og verið góðið aftur á þetta, takk kærlega fyrir.